Í takti kirkjuársins skiptast á hvatning til sjálfsaga og slökunar, til vinnu og uppskeru og að lokinu föstu á páskum hefjast þeir dagar nefnast gleðidagar. Gleðin tilkomin af fögnuði páskana, þar sem lífinu fagnað, og ekki að ósekju því á gleðidögum vaknar lífið og grundir grænka í kjölfar kærkominnar hlýju og birtu vorsins. Gleði eitt af meginstefjum Biblíunnar og ákallið að gleðjast í öllum aðstæðum birtist eins og rauður þráður í gegnum ritsafnið. Heimild mín í þessum efnum, þó ég sé biblíufræðingur að mennt, Pollýanna, en margir muna eftir skáldsögunum og kvikmyndinni munaðarleysingjann glaðbeita. Pollýanna hughreystir meðal annars bölsýnan prest með þeim orðum að faðir hennar heitinn hafi talið yfir 800 ritningastaði þar sem gleðin megin stefið. Ég hef tilfinningu fyrir því að gleðin sé ekki metin að verðleikum í okkar menningu og vil færa fyrir því rök að okkur beri að taka gleðina fastari tökum. Okkur ber að taka gleðina alvarlega. Í bréfum Nýja testamentisins birtist áhugaverð þverstæða í garð gleðinar, en þar boðað að gleðjast skuli í raunum. Að baki þeirri hugmynd býr að höfundur skilji og skynji þann mátt sem felst í gleði og hlátri, andspænis raunum og í raunum. Ég hef það frá góðum heimildum og smá gúgli að máttur þess að brosa sé mikill. Raunar sýna rannsóknir að við það að brosa leysast út taugabóðefni sem fylgja ekki bara vellíðan, heldur hafa jákvæð áhrif á líkamlegt heilbrigði. Þá virðast þessi jákvæðu áhrif birtast óháð því hvort brosið sé einlægt eða uppgert. Til dæmis segir internetið að hægt sé að ná þessu fram með því einu að setja blýant í munninn og þvinga fram brosið. Skemmtilegasta niðurstaðan sem Google mitt leiddi í ljós var sú að rannsókn í Wales sýnir að fólk sem getur ekki sett upp fýlusvip vegna botox í andlitinu margtækt hamingjusamara en við hin. Ekki lýgur internetið. Gleðin í samhengi Biblíunnar ekki afleiðing, heldur orsök. Hún ákvörðun en ekki ástand. Hún val sem við eigum andspænis því verkefni að vera manneskja. Eins öfugsnúið og það kann að hljóma, kennir Biblían að við að gleðjast mest þegar mótbyrinn mestur. Þá þurfum við einfaldlega mest á gleðinni að halda. Öflugasta verkfærið, beittasta vopnið sem við eigum, gleði.